Þá höldum við áfram hér í föstudagstættinum og að þessu sinni ætlum við að ræða matarfíkn. Hvað matarfíkn? Matarfíkn í rauninni líffræðilegt og eðlisfræðilegt ástand. Það sem við höfum í rauninni enga stjórn á hvað varðar mat. Hversu mikið við borðum, hvenær, hvað. Heldur borðum við bara í stjórnleysi. Einhver munur á matarfíkn og annarri fíkn, svona læknisfræðilega skilgreind? Nei, fíkn í rauninni bara fíkn. Já. Það eitthvað sem að þú getur ekki staðist, þú ræður ekki við og veldur vanlíðan. Þetta þekkið þið báðar af eigin raun. Hvernig til dæmis uppgötvaðir þú að þú værir matarfíkil? Sko ég var búin að vera í megrun í mörg ár af og til og það bara gekk ekki. Ég kannski lagði af einhver kíló og svo komu þau bara aftur og jafnvel fleiri til og svona var þetta bara alltaf. Svo bara fór ég að spá hvað í gangi, þú veist, einhvern veginn virkaði allt í lífinu nema þetta, það var alltaf að ganga upp, það sem ég tók mig fyrir hendur var að ganga upp en ekki þetta, að ná tökum á átinu. Og ég fer 2010 suður ákveð að fara hérna í MFM-miðstöðuna. Sem hvað? Matarfíknar-miðstöð og þar fékk ég greiningu, 2010. Hvernig greinist maður sem matarfíkil? Ég fór í viðtal. Já. Og hérna hjá Ester. Og þá spurt hvað? Hvaða spurningar færið? Það bara hegðun þegar kemur að mat. Já, alls konar svona. Þetta bara, þú veist, þetta hömluleysi? Já, það get ekki, maður byrjar og maður ætlar bara að fá sér eitthvað ákveðið og maður byrjar að borða það og svo bara áður maður veit það þá þetta bara jólin. Þetta semst rauðvínsglasi hérna, þú veist, þetta og svo allt í einu flaskan búin. Já, þetta bara eins eins og alkoholisti, að hann ætlar kannski bara að fá sér eitt glas og áður hann veit það þá þetta flaskan og jafnvel 2 eða hjá mér var þetta kannski að fara í sjoppu og ég ætlaði bara að fá mér 1 stykki. Og svo bara fekk mér 1 stykki þar og svo keyrði ég bara í næstu sjoppu og fekk mér annað. Já. Og svo hélt ég bara áfram að borða heima og ég ætlaði að fara í veislu og fá mér bara lítið þar og það kannski gekk þar. Svo fór ég bara heim og hélt áfram að borða þar. Þetta eitthvað sem gerðist allt í einu hjá þér eða þetta eitthvað sem þú átt langa sögu með? Semst matarfíkn. Já. Einu sinni fannst dagbók sem ég hafði skrifað í 11 ára gömul. Og það var, þá hafði ég skrifað jólaleytið að þegar jólin búin þá ætla ég að fara að taka mig á. Ég hafði skrifað það 11 ára gömul, Og ég alveg sannfærð það núna í dag, ég náttúrulega hef verið að vinna mikið í sjálfum mér. Og ég sannfærð það að mín matarfíkn kemur vegna þess að einhver tíman í lífinu hef ég orðið fyrir áfalli og ég hef notað þetta sem barn til að hugga mig. Þetta veitir mér líkamlega vellíðan, eitthvað sem ég fann þegar ég var barn og svo hélt ég því bara áfram að borða, af því það huggar. Svo bara fer þetta yfir í það að borða því að ég vil gleðja mig, ég vil hugga mig, ég vil taka þátt og þetta er bara einhvern veginn lífið snýst það og maður verður bara þreyttur. Þetta bara verður að þráhyggju og vonbrigði og bara skömm og þú veist þetta og svo borðar maður bara meira af því að maður skammar sín svo, af því maður svo mikill aumingi sem maður búin að læra í dag ekki. Svo hleypur maður á vegg og bara, þín saga svipuð eða? Já, þetta er mjög svipað. Já. Og við ræðum oft okkar á milli að það er eiginlega nóg að eintali því að þetta er svo svipaðar sögur og að vera komin í hóp þar sem að allir skilja mann. Segð mér aðeins það, segð mér aðeins frá þessum hóp. Hvaða hópur þetta? Já, við erum í 12 spora samtökum matarfíkla og vinnum líkt og AA að bata í gegnum samtökin. Og við hittumst einu sinni í viku og eflum hver aðra og ræðum saman. Og þarna maður komin inn í öruggt umhverfi. Þarna ertu með, við erum með sponsor sem við gefum matinn okkar til áður við borðum.
Matarplani. Já. Og þannig að við erum ekki með stjórnina sjálfar. Og þarna ertu í örygginu. Já. Þannig að skilja þig allir. Og svona fyrsta skipti er maður bara, maður sjálfur. Já. Leyfa sér að vera. Já. Og þessi skömm sem þið talið hún svona gegnumgangandi það sem að fólk, matarfíklar eru að upplifa? Skömm á eigin líkama, skömm eða hvað? Já, oft byrjar þetta af því að maður er óánægður með líkamann. En svo verður þetta bara skömm yfir bara öllu. Okkur finnst við bara að vera annarflokks þegnar sem að eigum ekki gott skilið. Og það er ekki fyrir við fyrir að vinna í sporunum að við uppgötum það að ég er ekkert verið en hún eða þú, ég er bara alveg jafnt á við það. Og Fyrir þá sem ekki þekkir tólsporukerfi, getið þið sagt mér svona hratt hvernig það virkar? Þetta er ákveðið ferli sem þú vinnur því í gegnum og síðan þegar þú búið með þessi spora þá getur þú farið að hjálpa öðrum. Og þetta byggist upp á því. Þetta er sjálfboðalega starf og við erum í rauninni að hjálpa öðrum. Fyrir þar sem eru að horfa og kannski búa hér norðanlands, hvað er hægt að nálgast ykkur? Sko fundirnir, það eru tvenn tólsporsamtök hér á Akureyri. Það er OA og GESA. GESA fundirnir eru haldnir upp í safnaðarheimili á þriðjudagskvöldum klukkan 8:30 og OA fundirnir eru haldnir niður í A-húsi á mánudagskvöldum. Klukkan 6 held ég. Þannig að en það er hægt að fletta þessu upp á netinu og það eru allar upplýsingar um fundina þar. Nú hafið sýnt mér myndir af ykkur svona eins og þeir litið út fyrir nokkrum árum og ég verða viðurkenni, ég hefði held ég ekki alveg þekkt ykkur. En er það, finnst ykkur það sem viðurkenning, hvernig líður ykkur að sjá hvernig þið voruð og eru í dag? Sjáuð þið alveg munin, finnið þið munin, líður ykkur öðruvísi eða hvernig er þetta? Sko manni líður náttúrulega allt öðruvísi. Já. Maður er alltaf komin bara með annað líf. Já. Það er alveg þannig. En hugurinn er langt á eftir líkamann. Já. Það er bara þannig. Að Hvað er hann að segja ykkur? Hann er að segja okkur eða mér, allavega, að hann er ég labba ennþá inn í, þegar ég kaupi með föt, þá er ég að leita í stóru stærðunum, sko. Já. Hann er svolítið langt á eftir. Já. Og ég held að með rauninni kannski verði það alltaf. Það þarf alltaf að vera að minna sig á að maður er kannski bara það sem maður vill vera. Já. Þú ert komin á annar stað líka. Já, ég hélt fyrst náttúrulega að þetta snýrist allt aukakílón útlit, sko. Og seinna læri maður að sko ég er ánægð með mig í dag eins og ég lít út. En það sem að stendur upp úr hjá mér, að það er að ég vakna á morgnana og ég er ekki með móral og ég er ekki í skömminni og ég er ekki vonsvikin yfir árangri sjálfra minns, eða þess að það sem ég ætla að taka mig fyrir hendur, að það var alltaf að mistakast og ég er bara, eins og ég segi, ég er bara miklu meira á lífi og þetta eins og ég segi sko að þegar ég var að moka í þessu stjórnleysi, ég var að moka hérna inn og þá bara mokaði ég út hamingjunni að aftan, skilur, því þetta er sko, meinið er þetta stjórnleysi. Og það var það sem var að drepa mig, andlega, að ráða ekki við og vera alltaf í vonbrigðunum. Ég vissum að það eru margir sem að deila þessu með ykkur og fyrir þá er allavega gott að vita að hjálpin er nær, heldur en maður heldur. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og við sjáumst hér eftir stuttastund.